Þetta var flott stig sem við fengum í kvöld. Já, þetta gott stig og það sem er kannski mikilvægast í þessu, framfaraskref og við erum að bæta okkar leik eftir þetta og þannig að við erum að réttlega reið með það og gefur okkur hvað segja, góða tilfinningu fyrir leikina á móti Tékkum. Þetta var búið að vera stígandi í liðinu og það sást greinlega í dag stór munur á liðinu frá því í síðasta leik. Já, mér var svona, ef maður tekur bara frá því fyrsta leik, þá var strax stígandi liðinu í síðasta leik á móti Alsír eftir kannski fyrstu 7 mínúturnar að þá vinnum við næstu 52 minna með 14 mörkum og það var allt annað sjá til liðsins og svo í dag, þrátt fyrir svona kannski brösuga byrjun, þá spilum við að miklum krafti og sterkt að koma sér í stöðu á móti svona sterkur lið eins og Frakkarnir að ná að vinna og sérstaklega þeir svo í dag eru konum með Narcís aftur inn og þannig að það var ánægð með strákana. Það var barist á fullu allan tíman og spilaði kraft í vörninni. Við vorum alltaf að reyna að breyta ykkur smá áherslum á miðjusvæðinu í vörninni þar sem gríðarlega erfitt að spila með móti Sorrendi og línunni þegar lína dómarna svona, þá er bara mjög erfitt að eiga við hann og ef maður fær eitthvað að fara framar á völlina þá var bara enda meira svæði og þannig að þetta var svolítið þolinmæðis vinna að vinna með það og það skilaði sem betur við stíl og Næsti leikur eins og segir á móti Tékkum, það verður gríðarlegur leikur, þeir eru að fá inn mjög góðan leikmann. Já, Tékkarnir mikla skittur og ég að koma inn núna var veikur hann í byrjun móts og kannski nokkuð feskur hjá þeim og mikið skitturlið og mikilvægt að við komum sínum sama sigurvilja í kvöld og þetta bara svona leikur þessu daga, þetta sýnir að við erum stígandi í okkar leik og við þurfum bara að bæta enn eitt skrefi við fyrir næsta leik og þurfum að mæta fullir einbeitingu, sjálfstraust og spila miklum krafti því að það verður mjög erfiður leikur og Tékkarnir vita að það er þeirra síðasta séns og þetta er svona lykilleikur fyrir okkur. Þreytan í mannskapnum eftir svona leik, hvernig vinna menn úr þessu? Ég held að Tékkarnir hafa líka verið mjög erfiður leik á móti Egyptum og við líka en þetta er samt maður að horfa í það sem við tökum mjög jákvæmt úr þessu leik að það er stígandi í okkar leik. Við verðum að spila betur, sóknar leikinn 6 á móti 6. Undir tölunar erum við að skapa okkur færi líka og það er eitthvað sem getur tekið áframhald inn í næsta leik og það er betri tilfinning að fara með það heldur en að eitthvað annað og óþreyttara lið. Þannig að við erum, nú þurfa bara fleiri að koma inn og taka ábyrgð og menn að stíga það sem er búin að spila minna, þeir eru tilbúin til að stíga inn og taka ábyrgð í þessum komandi leikjum. Sjáum Ásgeir til dæmis koma inn í kvöld og taka ábyrgð og í viðbót við það sem hefur verið í síðustu 2 leikjum, en það er mjög gott. Það er mikið með það.